Já, komið sæl, takk fyrir. Ég var að tala lögguna hérna daginn, eða lögregluna og svona, já, afskipti mín af lögreglunni, eða afskipti lögreglunar af mér. Og svona út frá þessum nýju lögum sem eru komin það að maður megi ekki tala í GSM-síma þegar maður er að keyra. Maður verður að gera það í gegnum snúru eða eitthvað þráðlaust. Þannig að maður haldi stýrið á meðan. Og það er þetta einhvern veginn, það hefur verið landlægt vandamál á Íslandi að fólk bara hreinlega tekur ekki mark á lögreglunni. Og maður er oft búinn að sjá viðtöl við lögguna, við yfirlögregluþjóna sem eru hissa á þessu. Maður er búinn að sjá greinar í blöðunum þar sem þeir eru að tala að, já, unglingar, þeir bara virði þá ekki. Og löggan er að reyna að vera töff, þeir eru að gera alls konar hluti til að reyna að vera töff, þannig að fólk svona hlusti á þá. Og ég tók sérstaklega eftir þessu núna í fyrravetur, þá var mér sérstaklega hugsað þetta, því að þá var ég að koma keyrandi hérna út á landi og var að koma til Reykjavíkur og það var eitthvað svona heiði sem var ekki alveg ófær en var svona illfær og það var svona lögga frá Hólmavík sem var svona að reyna að segja fólki hvað það ætti að gera. Sem sagt stóð svona, það var svona hríð úti og hann stóð svona í einhverjum svona kraftgalla með einhver svona 400 endurskinsmerki á sér og var að veifa sem sagt bílum að beygja einhver til hliðar. Það beygði enginn. Það var bara, menn horfðu bara á hann og svo keyrðu þeir bara upp á heiðina og yfir. Og Íslendingar hafa aldrei verið neitt sérstaklega sterkir í því að taka mark á löggunni. En líka svo alveg frábærar fréttir hérna á meðan ég man utan úr heimi, alveg stórkostlegt. Michael Jackson, sá stórkostlegi maður sem er alltaf að gera einhverja frábæra hluti. Það allt sem að þessi maður gerir einhvern veginn er frábært. Og ég sá viðtal við hann bara fyrir stuttu síðan þar sem hann var að spurja hann sko, hann er búinn að breyta, hann er búinn að vera sko síðustu 20 árum, er hann búinn að vera svona 4 menn og ég sá viðtal við hann, alveg svona alvöru viðtal þar sem hann var að spurja hann hvort hann væri búinn að fara í einhverja lýtaaðgerðir. Nei, ekki einustu. Einhverjar smávægilegar snyrtingar að vísu, en ekkert sem geti flokkast undir lýtaaðgerð. Og við skulum einmitt skoða myndir af því. Þetta er æðislegur maður og hann á börn. Hann er líka svona pabbi og maður er svona hann á lítil börn sem er einhvers staðar í einhverju herbergi að leika sér með Lego-kubba og svo kemur pabbi með súrefnisgrímu og nýtt andlit bara. Og svona það er hann að skamma krakkana sína, hugpælið ef það er að mæta á foreldrafundi. En hann er magna, hann er að gera alveg núna stórkostlega hluti og það er nýjasta fréttin af Michael Jackson, það nýjasta frábæra sem hann er búinn að gera, það er að fleygja börnunum sínum fram að svölum og það eru til stórkostlegar myndir af því. Oh, baby. Þetta er æðislegt. En já, heimurinn væri sannarlega fátækari ef svona fólk var ekki til. Og líka lögreglan, því að það er full þörf fyrir lögregluna því að hún hefur hlutverk í þjóðfélagi okkar að leiðbeina okkur og stoppa okkur þegar maður gerir einhverja vitleysur. En þá verður líka að vera einhver svona funksjón, það verður að vera einhver funksjón á lögreglunni þannig að maður geti tekið mark á löggunni. Og það sem að mér finnst svona aðalega ef við eigum að laga þetta mál, að það er að við þurfum að gera lögguna töff.
Lögreglan verður að vera töff til þess að við getum tekið mark á henni, annars tekur enginn mark á þeim. Kraftgallar frá belgjagerðinni? Nei. Endurskinsmerki? Nei. Og reiðhjól? Það var það síður. Löggur, ef maður á að taka mark á löggum, þá verða þær að hafa byssur. Það er bara svona fyrsta blaðsíða í því að taka mark á fólki og sérstaklega lögguþjónum. Til dæmis eins og þegar maður er í útlöndum, til dæmis þegar maður er á Heathrow og sem er alveg svona risastór flugvöllur og maður er kannski búinn að labba í kannski 5 kílómetra með 2 töskur og er búinn að villast og orðinn og rosalega þreyttur og pirraður. Svo allt í einu labbar maður svona fram á lögregluþjón sem stendur svona með svona hálf sjálfvirka hríðskotabyssu og segir manni að þetta sé lokað, þessi leið er lokuð og maður snýr við alveg eins og skot. Bara, maður flættir ekki það neitt, bara ekkert mál og maður labbar af stað með töskurnar sínar tilbaka aftur. En á Íslandi, ef að svona lögg er að stoppa mann, maður reynir að rífast. Maður tekur ekki mark á henni, enda er hún ekki með byssur. Íslenskar löggur bera ekki vopn. Eina sem að þær hafa er svona spray sem drífur ekki nema svona 1,5 meter. Þannig að þeir verða að vera ósælega nálægt fólki og það má ekki vera neitt veður til þess að geta að nota. Og maður ímyndar sér svona bófar á Íslandi sem að er að brjótast inn eða eitthvað. Löggan getur aldrei komið þeim á óvörum vegna þess að bóarnir eru löngu búin að verða varir við þá vegna þess að þeir sjá endurskinsmerkin. Og ef þeim tekst að laumast að þeim að þá verða þeir einhvern veginn að komast svo nálægt að maður geti spreyjað á þá. Því að annars segja stopp, lögreglan, þá segja menn einfaldlega bara nei og hlaupa. En til dæmis í New York, þar gengur þetta ekki. Ef að lögga kemur, ef maður er að brjótast inn og lögga kemur og segir stopp og maður segir nei, þá segir þeir bara stoppaði ég skít þig. Já, bara grín. Og þetta mundi nefnilega gerast ef að löggan á Íslandi væri með byssur og væri töff. Og svo væri frábær hugmynd líka ef að löggan ætti eitthvað svona dulbúning. Gæti verið til dæmis í svona spaksmann spjarifötum, einhverjum svona töfffötum, öðruvísi, með byssur. Og þá getur þeir svona, jafnvel læðst upp að bófum. Svona ef menn er að brjótast inn, þá geta þeir læðst að þeim, þóst vera kind og svona jarmað, og eitthvað svona þrjár saman. Og svo allt í einu sprottuð upp og spreyjað. En þetta er bara svona hugmynd, sko. Landsbyggðin, rannsbyggðin, skíta, skransbyggðin, landsbyggðin, skransbyggðin, skíta, rannsbyggðin, rannsbyggðin, skransbyggðin, skíta, landsbyggðin. Já, hvernig leist þér á þetta? Mér leist afar vel á þetta. Já, það var hressandi. Gríðar og ég hló afar mikið. Já. Og kættist mjög. Þetta er með því skemmtilegra sem ég hef séð í langan tíma. Já, einmitt. En já, ég reyndar svona, ég hef verið að gera svona smá, já, hvað getur maður kallað, sprell eða svona. Og það er eitt sem að mig hefur langað lengi að gera og lét útbúa hérna fyrir mig, svona skrýtlu. Það er alltaf gaman að góðum skrýtlum. Já, það er, og einhver verður að segja þær því ekki segja þær sig sjálfar. Það er rétt. Og einhver verður að skemmta sig við að hlusta á þær því að ekki eitthvað. Já, en ég ætlaði einmitt að gera hérna, sýna hérna svona smá skrýtlu sem ég lét útbúa fyrir þig. Hann er vetur. Hann er hjól. Hann er barði. Hann er vetrarhjól. Já, þetta var alveg svakalega gaman. Fannst þér þetta ekki? Það var eitthvað vetrardekk. Já, þetta er svona, já, þetta er skrýtla. Þetta er svona, meira svona skrýtla bara til að létta upp á þetta. Meðan áðan var ég kannski meira með svona, þú veist, þjóðfélagsádeilu, meira svona, þú veist, verið að
skoða þetta með landsbyggðina og Já, þessi landsbyggðamál. góð áminning til fólks að setja vetrardekkin undir Einmitt. bílana. Já. Það voru þarna landslagsmyndir og ég að minna fólk á að setja dekkin. Já, maður fer ekki, sko, þú hjólar ekki á Þingvöll, þú verður að fara á vetrardekkjum. Það er rétt og Já. mér varst góður húmor í þessu líka og hló mikið Já. í kjölfar þessara sýningar. Takk fyrir það. Spennandi þáttur framundan. Mikael Torfason, Yngvi Hrafn, Ási og Hera Hjartardóttir ásamt ýmsu öðru. Til dæmis stór merkilegum, leynilegum upptökum. Halló? 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 Er þetta að fá afgreiðslu hérna eða hvernig er þetta? Halló? Halló? Eru þið ekki að vinna? Er einhver að vinna hérna? Halló? Halló? Ég ætlaði nú bara að fá bensín. Daginn. Þarna verið að vera eitthvað í gangi hérna þegar ég nenni ekki út að byrja. Nei, þegar ég nenni út að byrja. Það er ég hræðbúinn að láta bósa. Og þetta tók ég gera. Já, halló. Halló. Já, ég ætlaði að fá hérna... Daginn. Góðan daginn. Hérna áttu blóðan ekstra. Já. Ég er að spá sko... Halló. Ég ætlaði að fá hérna eina pilsu. Er ekki hægt að fá slíkt hér? Halló. Tekur ekkert eftir? Fyrsti gestur minn í kvöld er kvikmyndagerðarmaður, leikritaskáld og rithöfundur. Hann var að senda frá sér nýja bók og er hér kominn. Mikael Torfason. Sæti. Gaman að fá þig hingað. Já, takk fyrir að hafa mig. Já, takk fyrir að koma. Takk fyrir að hafa mig, meira. Já. Nei, takk fyrir að koma meira. Nei, takk fyrir að hafa mig. Nei, látt ekki svona. Mín er ánægðan. Mín líka. Já. Finnst það gaman. Langt síðan ég séð þig og takk fyrir síðast. Já, er það náttúrulega svo langt síðan, samt? Ójú, er það ekki? Á X-inu í gamla. Áranna rás. Jú. En hérna, þú varst að senda frá þér hérna nýja bók. Já, Samúel. Samúel. Og er bók eftir þig. Já. Ha? Jú, er hlutar af henni. Já. Það sem ég ekki stólið frá. Nei, þetta er eftir mig. Já. Og hérna, er búið að vera gaman að skrifa hana? Nei, það er nú ekki gaman að skrifa, ekki svo sko. Nei. Það er hérna... Ekki þannig að það sé eitthvað rosa stuð og skemmtilegt. Maður er svona meira bara einn inn í svefnherbyggi og það tölvum mínu þar. Og svo hérna... Þú veist, kemur konan heim og skammar mig fyrir að hafa reykt í svefnherbygginu eða eitthvað. Og svo hérna, en þetta er samt svona ágætt sko. Þú segir þá ekki bara, hei, maður er nú að skrifa bók. Ég er listað maður. Já. Sko, en ég skammast mér bara. Veit upp með sökina. Já. En hérna, já, þetta er glæsilegt. Manstu, ég var til þess að pæla, ég var að pæla til þess að manstu eftir, til þess að blaðsíðu 61. Manstu eitthvað eftir henni? Já, hún byrjar að... Nei, ég man ekkert eftir henni. Nei. Ég man ekki neitt eftir og síðan er ég svo rugglaður að því að ég lendi í, er búinn að lendi í núna. Nú er ég svona eitthvað að kynna bókina og svona. Að ég bý í Danmörku og kom heim núna í smá tíma til að kynna bókina. Og hafði verið áður að kynna eitthvað annað og þarf að kynna þetta leikrit líka og stundum vill einhver kvikmyndahátíð fá gemsa og þá þarf ég að tala um bíómyndina og síðan þarf ég að hefur heimsheimsko til pabbi sem kom úr 2000 verið að koma út í útlöndum og þá þarf ég að kynna það. Þannig að ég yfirleitt man bara ekki neitt hvað ég á að kynna og yfirleitt fer algjörlega rangt að þessu og er orðinn ömurlegur sölumæður. Ég var afslega góður í þessu. Það fór mér ofsalega vel en núna er þetta að fara mér illa. Og ég er ekkert svo rosalega góður í að plugga, eins og heitir.
Nei, þannig að ég get ekkert verið að fletta upp blaðsíðu, þú veist. Hvað er blaðsíðu 26 og þú myndir alveg bara, ég manna það ekkert, eitthvað svona. Nei, það var ekki fræðilegur möguleiki, sko. Nei. En hérna, þú bókin, sem sagt, sagan gerist í Kaupmannahöfn. Já, hún gerist í Danmörku. Já. Hún gerist aðalega í á Jótlandi og fjallar ungan Íslending sem býr á Jótlandi og bókin er það hvernig hann er ástfanginn í hann er ástfanginn í Mellu og hún er eiginlega eini vinur hans því hann borgar henni og annars er hann svona algjör outsider í Danmörku og þekkir engan og enginn vill þekkja hann og hann talar með astnalegum hreim og er svona lítill heimskur útlendingur og getur varla pantað sér, keypt sér sígarettur því að þá segja þær bara vabaha, skilja hann ekki og Já, þetta fræga ve? Já, eða vabaha, segja þær manni, En nú býrð þú sjálfur í Kaupmannahöfn? Já, Nei, fyrir ekki, þetta er Danmörku. Já, ég býr í Kaupmannahöfn. Já. Ég býr í Kaupmannahöfn og ég hef alltaf verið bara Íslendingur og ég var fyrir algjöru svona kultúrsjokki að vera allt í einu bara misti alla sjálfsmynd mína sem einhver svona Íslendingur og alltaf bara með félögunum og lífið manns var svona eins og maður væri blóm í eggi einhvern veginn. Að því ég var alltaf í norðan útlendingur og sérstaklega í landi sem hatar útlendinga alveg. Já. Hefur þú orðið fyrir útlendingahatri? Já, eða svona, fólk er svo rosalega hrætt. Þetta er alveg svo við verðum örugglega svona. Þá verðum við örugglega bara verðum við örugglega svona rosalega ofsóknarbrjáluð í garð fólks sem talar aðeins öðruvísi sem við. Já. Og minna þú, ef þú býrð í, það er alltaf öðruvísi kannski búið í enskumannlandi en ef þú býrð í Danmörku og ég veit örugglega Frakklandi líka og svona, þá verður fyrir einhverju bara, við að fara út í búð, skilu, þá er alltaf eitthvað svona litlir böggar sem er einhvern veginn, sem koma endalaust upp. Maður er stranger. Já, og líka það er álag náttúrulega að vakna alltaf upp á, það vísi ekkert að mikið álag fyrir mig, því ég bý bara heima á mér, en það er álag fyrir fólk sem fer til útlanda og þá er alltaf að fara einhvern veginn tjá sig á okkur tungumáli sem er ekki þeirra eigin, það er rosalega auðvelt að tala við þig, en ef ég væri að reyna eitthvað að böðla út með einhverju dönsku, þá væri ég náttúrulega bara eins og eitthvað bjáni og fólk myndi stimpla mig sem fíbl, alveg eins og við gerum örugglega útlendinga líka. Jú, ég gerir það undantekningar. Alveg. Ég svar oft ekkert, sko. Síðan þú algjör fíbl þegar þú ert í útlöndum. Jú, einmitt, við skiptum svona á, sko. Já. En nú ertu búinn að vera lengi út í Danmörku og en ert svona að koma, þú kemur öðru hvoru til Íslands eða ekki? Jú, ég er alltaf mikið, ég er alltaf á Íslandi einhvern veginn, fyrst mér. Hvernig finnst þér, ég veit þú hefur mikla skoðanir á mannlífinu, á senunni á Íslandi. Hvað finnst þér svona senuna núna? Mér finnst eitt svolítið svona flatt og það er einhvern veginn eins og með blöð og sumt sem var í fréttum. Það var alltaf góð stemming með nokkrum árum þegar fóku svona stórt blað og gat einhvern veginn, þegar ég var að vinna þar, þá vorum alltaf að gera svona, gat maður einhvern veginn búið til svona litlar spegilmyndir af þjóðfélaginu. Ég fór í strætó eins og klukkan 7 morguninn frá Breiðholti niður í bæ, var að tala um fólk sem var að fara, þetta var fyrsti vetrardagur, laugardagur, svona saltjarðar á leiðinni í vinnu og þá höfðum við líka svona Ísland í dag og svona Sóli-táttur með Þorsteini J og Jóni Ársæl. Ég sakna þess, mér finnst þetta alltaf svona, það er svona flatt, við hefum fréttablaði með svona einhverju litlar fréttir, þetta er alltaf í lagi, en það er svona rosalega svona flattneski allavega svona að koma heim og yfirleitt, maður næri einhverju rosalegum kontakt við Ísland, heldur ræðist maður öll blöðin og skoða þau og... Já, Mogginn kom með íslenskar fréttir á forsíðu. Já, það er einkennilegt. Það fannst mér alveg, mér finnst það ekki nógu gott, sko. Já, líka Mogginn hefur alltaf verið flatur og leiðilegur. Hann hefur aldrei getað einhvern veginn endurspeglað þjóðina eða neitt, en Víkverji. Jú, hvað er það? Það er pínu lítill dálkur. Það er íslensku raunveruleiki Moggana, bara svona 2 sentimetrar. Já, en svo er verið að fara að setja upp leikrit eftir þig. Jú, það er byrjað í Borgarleikhúsinu. Það er byrjað? Já. Og er það gaman? Ég hef ekki séð það, sko. Nei. Ég skrifaði það bara, ég hef ekki haft tíma. Já, þú er búinn að gleyma alveg hvað það er. Ég man nú eiginlega hvað hlutir eru, en það fjallar mann sem er búinn að áfullta fyrirverandi eiginkonum sem að sumar þeirra hafa svona einhvern veginn gengið í lið með hver annari og til að koma honum í meðferð og hann er mættur í meðferð einhvern veginn, voða beiskur og kellingarnir í lífinu eru að stjórna honum og reyna að fá hann til að
verða að almennilegum manni. Já. En það heitir leikritið Hinn fullkomni maður. Já. Og hvað er framundan? Það er bara að ég er að vinna að reyna að koma kvikmynd í framleiðslu sem að heitir The Boys og er unnin í samráði við íslensku framleiðendurinn mína hérna og svo erum við með framleiðendur í Danmörku. Þegar myndin er svona fjallar um þetta svona svipað tema og í Samuel, þó að Samuel sé allt öðruvísi, hún er allt öðruvísi saga, þá er þetta svona svipað tema því að það er svona hálf íslensk fjölskylda og hálf dönsk þá líka, sem er einhvern veginn svona fjölskyldusaga. Ok, já, ég þakka þér fyrir komuna. Nei, þakka þér. Nei, þakka þér, Mikael, þakka þér. Heiðurinn er algjörlega minn og bara... 10 sinnum meira en þér. Og bara gangi þér vel á liðnum árum og... Gangi þér betur en mér. Takk. Hörðu? Já. Andri, Já. Er þetta að draga þetta upp? Já, passið ykkur. Já, alveg stór skemmtilegt. Ási, gjörðu þið svo vel. Þetta var alveg stórkostlegt. Já, þetta var svolítið. Þú ætlaði bara ekki að trúa upplitun á fólki þetta. Nei, það kom fólkinu alveg opna skjöld. En hvernig já, þetta er alveg frábært, þetta er alveg stórkostlegt. Hvernig fannst þér þetta, Barði? Mér fannst þetta alveg frábært. Mikill húmor í þessu og hnyttnir brandarar. En ég menna, þú veist, fólk fattar ekki neitt. Það fattar ekkert að það er... Nei, ég heldur bara, ég væri... Þetta er nú alveg ótrúlegt. En já, þú ert búinn að vera að föndra þetta með svona falda myndavél. Já, ég hef dálítið gaman að því. Já, þetta er svona... Hvað er það eiginlega? Hvað sem að gera þetta svona skemmtilegt? Það kemur fólki algjörlega á opna skjöld. Við skulum skoða annan búð. Það vantar mjólk. Hvernig ferðu bara að því í þessu? Ég meina, þarna ertu með... Hvernig fer það því að, þú veist, bara að springa ekki bara, þú veist, úr hlátri þarna eins og þarna við kaffið, hvað? Já, sko, ég geri bara, ég lærði það, sko, þegar ég var í menntaskólanum á Akureyri, þá var ég með leiklistafélag, þá lærði ég það þegar maður er að gera eitthvað svona, þá bara breytist maður í persónuna sem maður er að... En hvernig hefur fólk tekið þessu, svona að sért svona að fíblast í því? Fólk hefur mjög gaman að þessu eftir, það er alveg hissa fyrst og svo þegar skellir hlæja. En og þú Barði, hvernig finnst þér þetta? Mér fannst þetta mjög kómískt að fela svona myndavél og ég tók nú einu svona sjálfur þátt í svona leik, þá var fallinn flugmiði. Og ég vann ferð til útlanda. Já, svona gátuleik við ykkur. En ég skil nú ekki alveg hvað þú átt við með því, en þetta var mjög gaman að sjá þetta og þarna er greinilega á ferðinni hæfileikaríkur kómikar. Já, einmitt. Alveg myndavél stendur alltaf fyrir sínu, en Ási, það er eitt brot í viðbót sem ég langar til að fá að sýna, sem er alveg í sérstöku uppáhaldi hjá mér. Já, það er alveg ótrúlega. Skoða það hérna. Þetta þú takkir nokkuð undir þetta með þér? Can you take under seat? We need more men. Hey, mister. Passa ykkur bara. Passa sig. Þetta er stórkostlegt.
En farið ekki langt, hér framundan Yngvi Hrafn og Hera. Itchy palms. Já, magnað. Þakkaði fyrir þetta. Það ekkert. Gríðar hress stemning hér. Já, þetta lag kemur manni ávalt í ballgýrin. Og einhver verður að spila lögin því Þau spila sig að sjálfsögðu aldrei. einmitt ekki sjálf. Einmitt svoleiðis. Takk fyrir það. Gæti ég fengið matseðil hér? Góð dag. Halló. Já. Ég ætlaði hérna að... Ég ætlaði að fá hérna... Afsakið, já, takk. Ég ætla að fá hérna... Ég ætla að fá... kannski einn matseðil. Gæti ég það nokkuð? Halló. Halló. Ég held þú sért að gleyma mér hérna. Hann er 28 ára gamall, hann er lögfræðingur að mennt og hann var bara 25 ára þegar hann byrjaði sem aðstoðarmaður Sólveigar Pétursdóttur. Hann er formaður sambands ungra sjálfstæðismanna og hann stefnir að því að verða einn af mönnunum sem ráða yfir landinu. Bjóðum hann velkominn, Yngvi Hrafn Óskarsson. Jæja, hvað segirðu þá? Bara þetta besta, allra besta. Já, líst þér ekki vel á þetta? Jú, ljómandi vel. Já. Þú ert nú svona fyrsti svona kannski gesturinn úr stjórnmálaarminum, sko? Já, einmitt. Það er heiður. Já, þakka fyrir það. Þetta er svona, það er búið að vera hérna íþróttafólk og listamenn, en þú ert svona fyrsti stjórnmálamaðurinn. En hérna, ertu hérna úr Reykjavík? Já, ég ólst nú upp fyrstu árin út á landi vestur á fjörðum, en ég hef búið hérna síðustu árin. Ég er stúdent úr menntaskólanum í Reykjavík og hérna þannig að ég er reykvíkingur. Já. Hvenær fórstu að fá áhuga á stjórnmálum? Það var nú mjög snemma og hann hefur farið vaxandi. Ég bæði hef alltaf tekið mikið þátt í félagsmálum. Var í stúdentapólitíkinni í háskólanum, var formaður vöku og fulltrúi stúdenta í háskólaráði og svo hefur þetta vafið svona upp á sig og hérna, eitt leitt af öðru og hérna, þannig að maður er í þessu. En nú er ekki mikið af ungu fólki sem að, já, ekki mikið af því á þingi. Nei, það er svolítið áberandi þegar maður lítur yfir þingið hvað það er lítið í raun og veru af ungu fólki og ef maður skoða til dæmis hvernig staðan er á Norðurlöndunum, þar er miklu meira og miklu stærra hlutfall þingsins ungt fólk, jafnvel fólk undir 20 eins og í Noregi og ráðherrarnir eru oft yngri, dómsmálaráðherra Dana er til dæmis bara rétt rúmlega 30. Já. Þannig að ég held að vanti meiri breidd á þingið. Og enda sjáum við það í þessu prófkjöru sem nú er í gangi hjá Sjálfstæðisflokknum að ungt fólk er mjög að sækja á og vonandi að það fái brautargengi í þessum kosningum sem er helgina. Já, en er það ekki í stjórnmálum bara eins og í umferðinni? Ég meina, gamalt fólk er ekkert hressandi í umferðinni, sko. Nei, það er auðvitað þannig að maður myndi ætla að eldra fólki sé íhaldsamara, yngra fólki sé líklegra til þess að koma á framfæri nýjum og ferskum hugmyndum og koma með nýja strauma inn í stjórnmálum. Já. En já, einmitt, hver eru áhersluatriðin þín? Hverju myndir þú vilja breyta í þjóðfélaginu? Já, ég kem inn í þetta sem formaður ungra sjálfstæðismanna sem baráttumaður fyrir ákveðnum sjónarmiðum. Sjónarmiðum aukið einstaklingsfrelsi, meira svigrúm fyrir einkaframtakið og minni afskipti ríkisvaldsins af viðskiptalífinu og daglegu lífi fólks. Já. Þar hef ég til dæmis lagt mikla áherslu á skattamálin. Ég tel að það sé mjög brýnt verkefni að lækka skatta sem eru alltaf háir á Íslandi. Sérstaklega tekjuskattur, beina sjónum á honum.
afnema rangláta skatta, tvísköttun eins og felst í eignarsköttum, erfðafjársköttum og öðru slíku. Já. Og hvað myndi maður þá, ef að þú myndir fá að ráða, hvað væri maður að borga háa skatta? Veist? Ég hef ekki nefnt einhverja prósentu sko. Ég meina, það væri náttúrulega, það er nýbúið að lækka tekjuskatta fyrirtæki niður í 18% sem var mjög mikilvægt og þarft mál. Og það held ég að sé alveg raunhæft markmið fyrir næstu árin að stefna því að koma tekjuskatti einstaklinga þangað niður. En það þarf auðvitað til að vera kerfisbreytingar og það gerist ekki, það er varla hægt að gera það í einu vetfangi. Nei. En ertu ekkert svona að fara út í pólitíkina, ertu ekkert smeykur við þessa kalla? Nei, það þýðir ekki neitt. Nei, ekki. En er þetta svona, ég meina þeir eru svona rífast eins og Össur Skarphéðinsson og kannski Davíð Oddsson eða einhverjir, svona eitthvað svona, þetta er nú ekki rétt hjá þér, eitthvað svona, svo eru einhvern veginn allir bara vinir á eftir og þetta er svolítið bara svona yes prime minister. Þetta er svolítið þannig, ég meina, menn takast á í þingsölunum sko, eins og þegar ég hef komið þar niður á þing og séð sko, að þá fer nú ágætlega á mönnum með mönnum sko á kaffistofunni, þannig að þetta er nú ekkert persónulegt. Þetta er meira í nösunum á þeim svona. Nei, kannski ekki endilega sko, en menn virðist ekki taka því persónulega og það er nú kannski bara ágætt. En talandi yes prime minister, nú ert þú aðstoðarmaður Sólveigar Pétursdóttur, búinn að vera það í 3 ár. Ert þú svona eins og Humphrey í... Margaret Thatcher sagði nú þá þætti að þeir væru ótrúlega líkir raunveruleikanum. Og stundum virkar það þannig. Ég reyndar sko svona pólitískur aðstoðarmaður, þannig að mitt verkefni er raun og veru að hjálpa ráðherranum við það að koma stefnumálum sínum í gegn. Sir Humphrey var svona fulltrúi kerfisins sko, sem að ráðherrar pólitíkusar þurfa nú meðal annars að kljást við sko. Já, einmitt. Þannig að við erum svona í ólíku hlutverki. Heyrðu, Yngvi, ég þakka þér bara kærlega fyrir og gangi þér mjög vel í prófkjörinu og í framtíðinni og þakka þér fyrir komuna. Já, ég þakka fyrir mig. Takk. Það þarf að þrífa hana, það þarf að gefa henni að éta og það þarf að fara út að labba með hana og það þarf að þrífa eftir hana. Við fengum hana fyrir ykkur, þetta er bara alltaf sama sagan, þetta lendir alltaf á mér. Það er ekkert nóg bara að sleppin út í garð. Þá hleypur hún bara um allt hverfi, skítandi og migandi á tröppurnar hjá fólki. Leyfið henni að hlaupa aðeins og bara labba með ykkur, hún er ofsalega gaman að því. Bara að fá að vera með ykkur, það þarf að hafa þetta í bandi, það þarf að hafa þetta merkt og þetta á ekki að ganga laust. Við erum bara óhæf til þess að sjá hana. Skilja, þá vorum bara að fara á eitthvað svona, þú veist, bara að senda henni upp í sveit eða eitthvað sko. Eða bara hreinlega að láta svæða hana. Nú ætla ég út með hana en það verður líka í síðasta skipti. Svo takið þið við og hjálpið mér. Komdu. Hvað er þetta að þefa af öllu? Hættu þessu. Komdu. Jæja, hérna. Skítu. Hættu þessu þefi. Sitt. Já, takk fyrir. Og þá er komið að næsta gesti mínum. Hera Hjartardóttir. I don't miss you. There's too much to do now. I'm glad to be far away from where I was. Though I love you, I've too much to prove now, and I'm glad to be free from your chains and your grasp. And I wanna run, and I wanna be free, and I wanna see the sun in the morning shining back at me. I'm sorry for the puns and the cliches, but I've got to be really straight with you now. I don't want you waiting for me, so I tell you to stand for yourself and be proud. 'Cause I wanna run, and
see the sun in the morning shining back at me. And I wanna run, and I wanna be free, and I wanna see the sun in the morning shining back at me. Halló? Halló? Halló, ég hér. Hér ég, mættur í vinnu enn einu sinni. Hvernig væri nú að taka eftir mér hérna? Ég að reyna að fá smá athygli. Ég þarf nú ekki að segja mikið, bara svona góðan daginn eða eitthvað. Það væri ágætt. Halló? Hvernig væri nú að taka eftir mér hérna og segja góðan daginn eða eitthvað? Ég er búinn að starfa hérna í 3 ár og þið viljið ekkert kannast við mig. Ég til, ég manneski eins og þið. Halló, samstarfsfólk, ég manneski eins og þið. Ég á skilið að það sé allavega sagt góðan daginn við mig. Eða eitthvað. Það sé ekki nema bara að horfa á mig eða sýna á einhvern hátt að ég sé hluti af þessum heimi sem allir lifa í. Já, þetta var glæsilegt. En herra, sæl og blessuð. Sæl. Og þakka þér fyrir lagið. Takk. Það var mjög fallegt. Hérna er diskurinn sem þú varst að gefa út. Já, hann kom út í gær. Já. Nei, fyrir dag. Já. Er gaman að taka svona upp? Það er æðislega skemmtilegt að taka svona upp. Sérstaklega þegar maður er að vinna með æðislega skemmtilegum strákum. Já. Og svona sérstök stemning sem myndast? Já, svona búða út í bláan stundum. Já. Eitthvað sem kemur bara allt í einu. Já. Eins og þetta lag, við ætluðum ekkert að taka þetta upp. Nei, þetta bara kom bara. Sama daginn og ég tók það upp. Já. En þú ert búinn að vera að spila eitthvað með Bubba. Já, við erum búin að ferðast og þegar að túrinn er búinn þá verðum við búin að fara á 33 staði út allt á Íslandi. Já. Það er búið að vera alveg æðislega skemmtilegt og búið að elda honum með alveg æðislega góð mat. Það er þetta og Bubbi. Eldar Bubbi? Já, hann bakar bestu skonsur sem ég hef smakað. Já. Og smjörstekta bleiki, það var líka æðislegt. Já. Jú, hann er náttúrulega veiðimaður. Já. Já. En og hvernig kanntu þið Bubba? Hvernig? Hann er voða næs. Ég hef aldrei átt stóra bróðir en nú er ég búin að upplifa það að vera litla systur. Já. Búin að níðast á mig mikið og allt svo leis. Já. Níðist hann á þér? Já, mann er strítt. Alls konar viðurnefni. Já. En það er alltaf lagi, bara verið að herða mann eitthvað. Já. Og svo ertu að fara hita upp eða spila með Nick Cave þegar hann kemur hingað. Já, það hlakka mikið til þess. Já. Ég er ekki alveg ennþá búin að melta það samt ennþá. Það átti bara að koma mér á óvart og mér var ekkert sagt fyrir en ég las þetta í blöðunum. Jáhá. Og hvernig leggst það í þig? Það leggst bara mjög vel í mig. Ég er ekki alveg komin á það stigi að vera neitt stressuð ennþá. En þetta er bara svona flýgur aðeins yfir hausinn á mér. Já. Nú er hann frá Ástralíu og þú bjóst lengi á Nýja-Sjálandi. Já, ég hef búið á Nýja-Sjálandi í 9 ár núna. Já, það er... Þannig að þið hefur kannski hist áður? Nei, ekki ennþá. Nei. Já, þetta er magnað. Ha. Já. En Barði, hefur þú hitt Nick Cave? Aldrei. Aldrei? Og þannig að þú hlakkar til að hitta hann? Já, ég tel að þessi maður sé einn mesti húmóristi sem uppi hefur verið. Hann hefur gert mjög góða gamanþætti. Einmitt. Já. En ég hef reyndar hitt hann þegar hann spilaði á sínum tíma. En hann man ekkert eftir því. Því að hann man ekkert eftir að hafa komið til Íslands. En segðu mér þetta á Augabrúninni.
Er þetta eitthvað tribal tattoo? Þetta máling, þetta er traditional Maori stríðsmáling en samt svona heila blanda við Þetta er svona Once Were Warriors. íslenskt. Once Were Warriors. Já, en samt ekki. Þetta er ekki eins traditional að það gerist. Konurnar eru yfirleitt með sko hérna. Já. En þetta er bara... Ég ætla að fá mér svona. Gott framtak hjá íslensku kvenþjóðinni að skreyta andlit sitt með mynstri og mér finnst það komískt, það hlægir mig mjög, mér finnst það fallegt og afar hressandi. Þakka þér fyrir það og þá bara þátturinn búinn hjá okkur. Takk fyrir.